17 menn og konur með þroskahömlun stunda nú diplómanám við Háskóla Íslands og komast mun færri að en vilja. Takmarkið að veita fólkinu möguleika til fullgildrar þátttöku í samfélaginu. Unnur Aníta stefnir á því að vinna á frístundaheimili, Ólafur Snævar á bókasafni og Steinunn Ása gælir við drauminn að stofna eigið fyrirtæki. Óvíst framhald verkefnisins en það hefur hingað til verið flokkað sem tilraunaverkefni allt frá árinu 2007. Margrét Erla og Benedikt Ketilsson taka nú við. Mér langar rosalega mikið að fara í frístundaheimilum, vinna með börnum þar, eftir skóla. Og svo kannski hef ég hliðar eitthvað ljósmyndun eða, eitthvað svona sem ég get verið, eða þetta gengur ekki eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað svona skapandi með? Já. Þekkirðu fólk sem hefur klárað þetta diplómanám? Já. Hvað eru þau að gera í dag? Herðu, frændi minn í bókasafninu niður í bæ, vinnur þar. Svo bara fullt af fólki að vinna pakkanum vörum og alls konar þannig. Hvað var til þess að þú ákvaðst að fara í háskólanám? Mér var bara að reyna að vera hvatningu til þess bara. Reyna að vera frá vinunum og fjölskyldunni. Þetta væri bara eitthvað fyrir mig til að gera eitthvað viti. Ekki að velta heim og gera ekki neitt. Gera eitthvað að viti? Já. Varstu ekki að gera þetta viti fyrir háskólanámi? Jú, ég náttúrulega var að byrja í sjónvarpsþáttunum þá og ákvað bara svona, það er kannski ekki alltaf ekkert vera eilíf eins og maður segir, þannig að ég ákvað bara, ég ætla að bæta einhverju við mig. Hvaða framtíðarmöguleika sérð þú eftir svona nám? Ég bara eiginlega bjarta framtíð held ég. Ég held að þetta eftir að vekja til umhugsunar hvað fatlað fólk er að gera. Hugmyndin var svo að það var ekkert rými í háskólanum fyrir fólk með þroskahömlun. Það var rými í framhaldsskólanum og þegar þau eru búin með þá menntun og þá tók ekkert við nema vinnumarkaðurinn. Þannig að hugmyndin var svo að þau fengi aðgengi hér að háskólasamfélaginu og starfsþjálfun þá á ákveðnu sviði. Og við getum ekki tekið fleiri og öllu líkindum þurfum við að fækka nemendum ef það verður teknir inn nemendur aftur. Ef það verður teknir inn nemendur aftur? Já, við höfum ekki fengið að staðfesta að við séum með fjármagn til að halda starfinu áfram. Og það vilji háskólans og okkar samstarfsaðila sem eru þroskahjálp og fjölmennta að þetta verk haldi áfram en það einhvers staðar þurfa peningarnir að koma. Hvað eru margir nemendur? Þau eru 17 í dag. Hingað til hafa verið teknir inn 20 nemendur annað ár. Af hverju bara annað ár? Það er spurning. Ég get eiginlega ekki svarað af hverju það er þannig en þetta hefur verið tilraunaverkefni og svona var það skilgreint í upphafi og það hefur engin breyting orðið á því en það verður vonandi breytt. Og fjölmennt hefur kostað starfsmanninn sem er einn starfsmaður sem heldur utan í námið og styður við þessa 20 stúdenta. Og og við vitum ekki ennþá hvort að verður neitt áframhald af því samstarfi en það er virkilega von háskólans að það verði að við getum tekið inn aftur á næsta ári. Eruð þið alltaf, þessi 17 manna hópur, eruð þið alltaf saman í tímum eða eruð þið að sækja tíma með öðrum? Við erum að sækja tíma með öðrum sem er mjög mikilvægt. Já, það sé ekki alltaf bara, hérna er tímandi fyrir fatlaða. Já, mér finnst það vont ef það er bara fyrir fatlað fólk því að fatlað fólk þarf líka geta sýnt hvað getur. Við vorum meira með, fötluðu fólki í menntaskólanum og það er samt einstaklega sinnum þegar við vorum í menntaskóla sem við fengum að vera í almennum tímum. En núna erum við bara þannig að við erum meira með ófatlaða fólki. Síðasta sumar þá var unnin rannsókn. Við fengum styrk frá Rannís til að skoða hvernig þeim nemendum sem hafa útskrifast úr náminu hefur vegnað. Og þá kom í ljós að 60% þeirra sem útskrifast hafa eru í starfi sem tengist náminu hér. 30% þeirra eru í einhvers konar annarri vinnu.
til dæmis í verslunum eða á vernduðum vinnustöðum og svo eru í kringum 7% atvinnulaus. Hvað langar þig að gera að loknu háskólanámi? Alla vegana ég að fara í Stafsnama bókasafn, þannig að ég stefni á að vinna á bókasafni. Af hverju á bókasafni? Það er því að ég hef áhuga á bókum og já, sko, á hverju vor förum við diplómanemarnir í Stafsnám og þá veljum við valnámskeið sem að tengist einmitt Stafsnáminu á einhvern hátt. Ég í einum kursi sem reynir dálítið á íslenskuna og hann heitir eða svona þjóðsögur, goðsögur og ævintýri sem tengist nefnilega því starfi sem ég að sjá fyrir mér að ég gæti unnið á sem sagt á bókasafni. Diplómanemarnir fara í starfsnám á leikskólum, bókasöfnum, frístundaheimilum og á vettvangi fatlaðs fólks. Núna vinna nokkrir nemar að sérverkefni sem hugarfóstur Steinunnar Ásu. Það hugmyndi samandi við það að fatlað fólk geti rekið sitt eigið fyrirtæki. Að fá atvinnu við það sem það vill fá atvinnu við. Ekki láta einhvern annan segja sér það þrisvar eða tvisvar, maður bara fyrir að stáða að hugsa, já, veit hvernig get ég? Það samfélagi vita því að ég þurfi eitthvað annað en það vinnu sem ég er með núna, til dæmis. Það skapa sinni eigin tækifæri. Já. Og hvaða vettvangur þetta sem að þið bygguð til? Þetta vettvangur, svona verkefni sem við höfum verið að vinna núna og vonandi kemur það framkvæmt í sumar. Þannig að við bara vonum það besta allavega. Máttu segja okkur hvað það er? Nei. Ekki enn. Máttu það smá? Ok, smá. Já. Sko, ég að fara að reka mitt litla sæta fyrirtæki. Eins og til dæmis núna á vormissirinu þá bjóðum við upp á kaffihúsaverkefni og markmið með því að nemendur sem sagt opni kaffihús næsta sumar og þetta verkefni vinnum við í samstarfi við Reykjavík. Og þetta hugmynd sem að kom frá henni Steinu? Já, þetta sem sagt hugmynd. Sem hún vildi sögja frá? Nei, hugmynd, það svo kjafta ég bara. En já, Steinun sem sagt hugmyndasmiðurinn og mér fannst þessi hugmynd svo brilljant og langaði að láta á það reyna hvort að þetta væri framkvæmanlegt og þetta verður einmitt líka partur af meistaraverkefninu mínu, þannig að við vinnum þetta öll saman og það verða sem sagt 5 diplómanemar í þessu verkefni. Kannski geti ekki allir fatlað fólk reikið sitt eigið fyrirtæki. Það hafa margir dreymt þetta. Mér hefur dreymt í mörg ár síðan ég var upp í Elliðaárdalnum. Og sem ég ætla að skipta tækifæri. Já, hvað get ég fengið það? Sem rosalega skemmtilegt. Og við fáum kannski að fylgjast með því þegar það er í gang. Auðvitað!